Komnir á fóninn, það þýðir aðeins 1, klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 2. febrúar. FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Allt rétt. Búið að vera sviftingar í veðrinu og þú gerðir hans í buxuna. Þú ættir ekki að byrja að tala strax, en þá það komið á hreint. Við ætlum að kynna sérstakann gestastjórnanda. Það að þegja sem Richard að tala. Allt rétt. Þegið Við erum með 13 þátt í dag. Við erum með 3, Rikki G, Egill Einarsson og Simmi Vil. Ég ætla að byrja þér, Egill, hvernig ert í dag? Ég vil sjá aldrei betri. Það er svoleiðis? Ég er bara svo nýr. Já, hefur aldrei verið betri. Það er svoleiðis, það er 2. febrúar, glæni mánuður, fólk var fútborgað, fólk er að vöka sig, fólk er heima núna í heitapottinum á hlusta okkur félagara. En svo segir átti, ef að fólk ætla að taka slökunardag, þá mælur við með því að skipta um stöð. Það mælum við að stilla okkurna. Já. Það er minna að allir að fara að lifta sér upp núna. Janúar þunglítið er búið. Já. Það er meistaramánuður. Við byrjum það bara með krafti. Næstu þættir verða þannig að þetta er ég og þú og svo alltaf einhver eitt gestastjórnandi með. Já. Og er ekki óvægt að segja bara að þegar við ætlum að byrja þá byrjum við þetta bara við það bang. Við byrjum þetta náttúrulega bara með sprengju. Það verður erfitt fyrir menn að koma eftir þessu. En það svo eigum að segja hver er næsta föstudag og alltaf kjafti, hvernig er það? Höldum bara kjafti, við skulum bara tilkynna eftir þáttinn. Ok, allan að rándýr stjórnandi líka næsta föstudag. Gestastjórnandi þáttarins í dag er Sigmar Vilhjálmsson, King Simmi Vil, Money Sim, eins og Egill kallar hann. Hvernig ert þú, Simmi? Ég er bara fyllandi góður og fróðandi fín. Já, það er svoleiðis. Þú má ekki taka það. Já, ég meina, fyrst þú ert hérna fyrir þeirra sem eru að vinna annars staðar í heimsefnunni. Þú ert fyrir stenda hérna. En við ætlum að þakka að kella fyrir. Við vitum náttúrulega að það er brjálað að gera hér. Það er alltaf einhverja nýjar hugmyndir að fæðast, en þú tókst þér 2 tíma frá til þess að vera með okkur strákunum. Já, bara gaman. Málið menn gleym oft Sigmar. Að finna strákin í sig. Og Sigmar er alltaf í dag a billionaire og businessmaður í dag. En það má ekki gleyma því samt að hann er ekkert langt síðan, hann var bara class clown. Já, hann var bara the class clown eins og Steindi og hann var mýgandi og skítandi í sig í sjónarpunnu og þú veist, með all loðrið niður þessu. Gallin við að húmor, já, það er ekki hægt að svara honum, því ef ég reyni eitthvað að svara fyrir mig í þessu, þá er það hjákóllegt og kjánalegt, þannig að ég þegi bara. Nei, bara segja þetta, einu sinni var Simmi Vil bara trúður. Bjóstu við í Simmi, þegar þú varst í 70 mínútum mýgandi og skítandi í þig, að þú myndir einhvern tímann eiga keiluhöll, hamborgarstað og pizzastað í dag? Nei, ég gerir það nú ekki, en ég tek það fram, ég pissaði aldrei á mig og ég skeitt aldrei á mig. Mest aðrir það? Það voru aðrir í því, ég fekk menn í það. En finnst þér ekkert fyndið, út af því að hittir hérna vinur um 70 mínútum, eins og eitt Sveppa og Blöð, sem er ennþá mýgandi og skítandi í sig. Finnst þér ekkert fyndið, finnst þér ekkert gaman að segja við og stráka hvað klappar klípar ekki svona í kinninu á þeim og hristir kinninu á þeim svona? Hvað segir þið, strákar? Og svona talar sniðu til þér og þess að þú nú ert á pari við Björg Tór og aðra viðskiptamenn á Íslandi dag. Ég var að spyrja það líka einu sinni. Það var hérna kvöld í janúar, það sem ég hittir, ekki einhver Lions klúbbur. Og allir var boðið í það. Hvernig var svona Egill bara, þú veist, það var myndað okkur sem að Egill virkaði fyrir að vera actually ástfangin að þér? Já, ég held að hann hafi ekkert verið á þessu kvöldi. Ég sá það daginn eftir að hann var svona að laumu mynda mig allt kvöldið. Þetta er náttúrulega ekki hægt og ég hugsaði mér, ég fer ekki eftir út með þessum manni. Hún er ekki dreistandi. Þú veist ekki eins og að kastaði þvægi í friði? Nei, ég bara hugsa, ég mun bara aldrei skemmta mér aftur með þessum manni. Ég gaf honum sitt eigið theme song og allt. Ég múti eiga það, smekklega valið lag. Já, Money for Nothing, A Chick for Free, ekki ekki lag. Mjög gott lag. Við erum með 13 þátt í dag, strákandir. Við skelltum okkur aðeins í klefann á hann og Simmi fekk svona eiginlega að vera aðalutverki í klefanum í dag. Já, það var stemning í klefann, það var gott partí, þannig að það var góð þáttur í dag. Ég er ennþá að svitna niður bakið eftir þetta. Þetta er svo óþægilegt. Það var eitt sérstaklega óþægilt á hana, ég veit ekki um það. Já, við förum í þetta allt saman á eftir. En, sko, þátturinn í dag er að sjálfsögðu með þema. Og Egill, hvert er svona þema þáttarins í dag? Já, sko, þema... Já, ekki þema, eða svona, veist. Jú, sko, ég ætlaði með spurningakefni sem verður alltaf King of being self-made, sko. Og ég er í því. Þú og Simmi keppist mætist þar. Það voru jöfnkefni. Sko, ekki gleyma því, Richard. Þú fættist með ekkert. Já, ég bjóði Breiðholti í verkamannablokk. Hvað er langt síðan að mamma millifarið inn á þig 500 skall? Það er mjög langt síðan, aldrei. Já, mitt aldrei. Veistu akkur, self-made, Richard. Já. Ekki verið að tala svona
Ég bý samt í blokki í kórunum sem ekki missa okkur Ég self-made sko Já Máles, ég alltaf að frétti fólk að segja mér í þetta og tölvupostin fylgti hjá mér, þannig að ég þarf að taka spurt og svara það eftir sko. Og við viljum endilega biðja fólk að nota Twitter ef fólk vil fá okkur svona business hugmyndir. Við viljum að hafa eina innkom í dag sem verður bara að Sigmar svara hlustundum og fólk hefur verið að koma spurningar inn á Facebook síðunum minni sem setti vídeo á mér og Simma og síðan ef þú setur komment á Twitter notaði bara hashtaggi MoneySim Ég ætla ekki að vera mútkiller en þið báðum að leysa af einhverju þætti og þetta snýst síðan bara allt þetta Mér finnst þetta pínusvikið að vera Þannig ef þú vantar business tips þú ert langar að opna pulsuvagn hashtaggi MoneySim Ekki gera það Fullt að góður ráðum að úti Það er endur betur þáttur framöndan í dag Við byrjum á slúðrunu eftir þetta hér FM 95 blöð hér á FM 957 í fjárveru Auðuns Blöndal og Steinþórs Hróar Steinþórssonar Geggi útasvöld, Kingsi möguleg með Geggi útasvöld Það er ekki bara stemning Þú varst alltaf á Móno, eða ekki? Móno? Jú, gæti minn Það byrjaði allt saman Nei, ég byrjaði reyndar á Rás 2 Svo fór ég á Móno Byrjaði á Móno að Rás 2 áður en fórst í 70 mínútur Já, fyrst Rás 2, svo Móno Þar varum við þá sem hétt 7-10 á mónana Svo varð sá útastáttur að sjónvarstættir 7-10 mínútur vel gert Þannig var þetta Svo var það Idolið og restina getur bara að googla það Já, hárrétt Og geggja góður í Idolinu bara að kynna það Já, manstu Og stóttu mjög vel Jésús, þetta er svo vandrarlegt Þeir setja hlið þegar þið ætti að sjá Egil Hann er bara með stjörnur í augunum Egil situr alltaf á enda yfirleitt En hann er svona búin að færa sig bara alveg við Simma Ég lærið á með snertilærið á Simman Já, mjög þægilegt Ég er það nála þannig Og þetta er ný rakaður og svona á lærinu Við ætlum já, frábært, ég þurfti ekki að vita þetta Við ætlum að fara í slúðrið Og ég er með slúðrið núna Ekki kjaftaði Nú er ég ekki að fara að segja við að ég sem með það En ég satt með áhyggjur af þessu Því að þú hefur Ég ætla ekki að vera leiðilegur Nei Þú hefur verið með slagt slúður gegnum tíðina, Richard Ég ætla að vera mjög jákvæð núna Og ég ætla að vona bara að það sé geggjað höfður þetta Ok, þá skal ég gleðið Því að fyrsti slúðumólin er af Kim Kardashian Það er bara þannig Herðu, Kim Kardashian, hún er að senda frá sig sem nýtt ylvatn Og hún er ekki bara að senda vinum sínum sem eina flösku í tilefni af Valentínusardeginum sem er auðvitað 14. februar Hún er líka að senda óvinum sínum flösku Senda haters Hún setti myndin á Instagram Þú getur einmitt farið bara það eitt núna Hún er búin að setja á svona post-it með það Skrifa nöfn Og bláir miðar eru nöfnin á óvinum hennar Og þannig eru nöfn til dæmis eins og Piers Morgan Black China, Pink, Taylor Swift Sharon Osbourne Þetta er Instagramin hennar? Já Sarah Michelle Gellar En bara að því að þetta eru opinbert sem þú ætti að segja Hvað er þá slúður í því? Þetta geggi hugmynda sko Nei, þetta er ekki slúður, þetta er bara að þú bara segja okkur frá okkur sem er í fjöldum Ekki slúður eitthvað sem engin veit Já, þú veist, slúður og ekki slúður Rólegu Kingsimu Nei, ég bara spyr sem ekki veit Býttu, vissið þú á þessu áður hann sagði þetta? Nei Nákvæmlega Það var þetta frétt Viltu að breytum þessi fréttir? Nei, ég er með svaka slúður Ég ætla ekki að taka yfir hérna Þú mátt koma með slúðurinn Hún er semst að senda her haters líka ylvatn Og þarna er til dæmis Lindsay Lohan Það eru óvinkonur í dag Pink, Taylor Swift Piers Morgan Black China sem var í Kardashian fjölskyldunni Hún er semst bara búin að merkja þá sem eru hennar óvinir En ég er með hugmyndir ekki Af hverju sendið þú ekki ylvatn á your haters? Sem eru um allt Sem eru um allt land Já, um allt land Af hverju fer ekki bara að gefa út bara ylvatn Breytar á alla Það er ekki góð viðskipti því að ég myndi gefa þá alla flöskumnar sem ég myndi framlega Það er mikið magn líka Það er mikið af flöskum Það er bara nákvæmlega þannig Þannig að Kim Kardashian er að gefa út ylvatn og vantanlega einhverju konu sem að kaupa það Það er ódýrir að gefa öllum hérna aðdáðandunum heldur en haters Já, það er rétt Það finnst lúður það, Richard Takk fyrir Næstur er Jim Carrey Hann er búin að vera í leiðinda máli Móðir fyrirhandi kærustu Carrey og eiginmaður hennar fór í mál við hann eftir hún lést eftir að tekið ofstóran lyfjaskamt Katharina White Fulltungt slúður Þetta er ekki það jákvæðast första slúður sem var vonast eftir Nei, leim bara klára Fólk að deyja og eitthvað, ok Það er svona dark sko Já, þetta er svona mánudagslúður Herðu, hún dó allavega 2015 Já, en gaman Frábært, það er upplýgandi Herðu, við fyrir þá bara næst Mátt klára þetta Þetta er gott innleggin í helgina Klára þetta slúðrið Hollywood Reporter var að greina frá því að málið hafi verið látið niður falla og það sem átt stóran þátt í því er kynsjúkdómapróf
Lögmaður Curry komst að því að kynnsjúkdómapróf White frá því áður en hún kynntist Curry sem sýndi hún var ekki með kynnsjúkdóm, þetta var falsað. Það átti semst að reyna að negla Jim Carrey á eitthvað skonar false. Þannig að maður sé að móður kynnsjúkdómur. Hvernig er það pening á eitthvað svoleiðis. Það var allavega Má ég að spyrja sko bara því að hún deyr af einhverju overdósi af einhverju og svo fórstu bara beint í einhvern kynnsjúkdóm sem hún var að falsa. Ég skil ekki niður í fréttinni. Móður hennar vildi meina að Jim Carrey hafi smitað fyrrverandi kærustu sína af kynnsjúkdómum og útveðinni livsseðilskyld lyf og þetta kynnsjúkdómapróf var víst falsað. Af hverjum? Ertu með bara eitthvað svona gaur sem falsa, Já, þú veist, það er ekki tekið fram hver falsaði það, sko. Þetta var bara falsað. Ef ég fer núna að googla bara fake, eitthvað, kynnsjúkdómur, er það ekkert? Það er STD. Sexual transmitted disease. Ekki fake kynnsjúkdómur, sko. Þetta var mjög slattslúður, en fyrsti móli var góður. Þannig að Jim Carrey, hann er off the hook, það er fréttin. Jim Carrey getur bara haldið áfram og haldið áfram að leika myndum. Og haldið áfram að feika kynnsjúkdómur. Rekaslagur punktur, en áfram gakk. Hvað er þriði? Herðu, Meghan Markle sem er að fara að giftast Harry Bretaprins. Hún náttúrulega er eiginlega bara búin að taka sig úr öllu lífinu. Hún er hvergi á samfélagsmiðlum lengur. Mér finnst það lélegt, sant? Akkur má hún ekki vera samskiptamilum? Því að konungsfjölskyldan er ekki á samfélagsmiðlum. Hvað með það? Akkur má hún ekki vera á Twitter og Instagram? Hún hefur val að giftast honum bara ekki. Hörðu, má ekki bara vera prinsessa og samt vera á Instagram og Twitter og Facebook eða vil það? Og bulli hana út á öllum miðlum? Það er bara þannig. Hvað hafði langar að vera í höllinni að hvað chilla og setja hana myndast á Instagram? Guðni T.H. er á Twitter. Já, hann er ekki konungur. Hann er fórseti. Hvort viltu vera eiginkona prins eða fórseti? Þetta samband mun fara straight down the shitter. Á hverju byggir það? Já, ég sé, vöðvingin Vöðvingi spottar svona. Og ekki fyrsta lagi, þegar hún er í þessari höll sem er ykkur 400 termetrar fær ekki vera á Twitter, ekki Instagram, ekki á Facebook, ekki neitt leiðist maðurinn að ferðast einhverja 250 daga á ári, hún er eini í þessari höll og fær ekki sem vera Instagram. Nei, það kjafta það. Svo er það líka bara þannig að ef þú ert ekki með krefjandi verkefni þá vissnar upp á deyrðu og hennar verkefni er að æfa veifið, þú veist, ekki alveg svona marga gráður hérna, þú veist, svona æfa veifa. Hún hætti Suits sem þýðir að næst 10 ára Suits er mjög góð þettir. Hún er hætt þar. Það er punkturinn af þessari frétt því að það er komin önnur leikona fyrir hana. Hver er ekki drullu samar ekki? Hver er það? Hver er ekki dröll? Akkur er þetta svona reyður? Hún er ekkert að replacea Meghan Markle úr Suits, sko. Katrín Heigl mun taka hlutverk hennar. Vitið hvað það er? Það er þetta geggjuleikur, það er ekki það. Heigl? Já, hún leik í Grey's Anatomy meðal annars. Grey's Anatomy líka? Það er með power-ráningu þar, ég tek þetta aðeins tilbaka. Það er power-ráning. Hún mun sem sagt byrtast reglulega í 8. þáttaröðinni. En ég eitt bara er, nú geta, ég er að spá fyrir sambandslit hjá Meghan Markle og Harry. Út af því að þetta fer beint down the shitter. Hún má ekki leiki Suits, hún má ekki vera á einum samskiptamilum. Hvað á hún að gera? Hún væntalega í heimsóknu með honum sem konarnas. Þetta samband er beint down the shitter. Ég er með eitt slúður, bara örstuð sko og því við erum í útvarpið og ég bara segja ég er ekki að halda þessu fram og ég er ekki upphafið að þessu slúðri en ég hef heyrt og ég tek það skýrt fram að ég er bara messengerinn í þessu. Enga sannanir fyrir þessu, ég getur vel verið þessi kjaftaði. Herri, við erum innan bara til 6 sko. Og ég vil allir taka það fram að þetta er ekki komið frá mér. En ég hef heyrt það og það er samt frá öðrum heimildum. Ég hef heyrt það að Páll Óskar og notabenni, ég tek skýrt fram að þetta er ekki komið frá mér. Það var ekki svona benda mig. Það náðus allir sko. Bara 2 mínútur að koma. Einhver sagði það og vill meina það að Páll Óskar sé samkynniður. Jesús minn almáttur. Kvistnóstilboð, stór bátur að eigin vali og halvu lítra Pepsi á aðeins 990 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. Er uppáhaldstalaðinn B19? Nei, hún er ekki til. Bingo í kvöld kl. 21:00 á Gullöldinni. Ég heiti Hjálmar Örn Jónsson, mættu. Við erum í Smáralind og Mjóddinni. Til dæmis, fyrir þá sem að nota hlé í bíó til að fara og dæla. Dælan Smáralind, Mjóddinni. Og gleymið ekki felsmúla. E-kort. Þú getur fengið e-kortið þitt á 10 mínútum. E-kort. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólaverðarstíg 18. Klikkaðir kjúklingavængir. Dirty Burger and Ribs.
FM 95 Blö á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina og Fikkusborg. Rita Ora og lagið Anywhere FM 95 Blö hér á föstu degi. Rikki G. Leinarsson og Sigmar Viljánsson með þáttinn í dag og það komið að dagskráraliðnum hvort myndirðu frekar. Nei, yes, ég hef alltaf fundist það svolítið skemmtilegt. Og Ríkharð Óskar Guðnason er með það dagskrárlið og sem er tæpur einstaklingur. Frekar tæpur. Nei, ég myndur ekki segja tæpur, en bara nokkuð eðlur. Það er eitthvað ánum, en Rikki, er það fyndið hjá þér? Jú, kannski. Já, þetta er, skulum segja, þetta verður erfitt hjá okkur að velja á milli allra þessara hluta. Ok. Hvort með þetta, Richard? Mun svolítið reyna á okkur. Númer 1. Hvort myndirðu frekar vera heyrnarlaus það sem eftir er eða aldrei fara frá Íslandi aftur? Þetta er svar í heimi. Bara aldrei fara frá Íslandi aftur. Ok, nú er bara fastur á þessari eyju bara sem eftir er. Já, og heyra. Með alla þína miljónir hérna bara á Íslandi. Já, bara aldrei geta sest á ströndin einhver staðar og með strawberry daiquiri og eitthvað svona. Jú, ég veit bara nautálsík með strawberry daiquiri og heyra. Skilur? Auðvelt greinlega hjá Monisem, en ég veit að eiginlega mikið fyrir strandir og sól og... Hvernig ætlar að vera á Ibiza í fróðudisku og heyrir ekkert í tónlistinni? Hvað ætlar að gera? Ég finn fyrir bassanum, sko. Já, ég titrallur, sko. Góður bassi, ég titrallur. Svo ég var á Tomorrowland fyrir árið síðan og sko, ég titraði. Það sem ég gerði, sko. Ég held að vera á svona Tomorrowland tónleikahátíð og heyri ekki neitt og sjá bara. Það er svolítið svona eins og verið í nammibúð og með ekki borða. Þetta er rosalega erfitt og með ekki snerta. Þetta er erfitt hjá Richard, sko. Því að það er fínt að heyra, sko. Og það er luxury. En þú sérð. Ég veit það ekki, ég sé. Og ég finn bara ræðið og svona. Ég finn bara ræðið og sé. Þannig að þú veist, ég get og finnur alveg fyrir sólinn og hittanum. Ég get hort á nautalöndina. Og sippa niður rauðu og... Nei, mér að þú ert að njóta konu. Þú heyrir ekkert. Sko, stundum er fínt að heyra ekki, sko. Stundum þegar maður er með Richard. Dæmi, sko. Það er plúsar og mínusar í þessu, sko. Þetta er svo erfitt, þetta er erfitt. Það er svo steikta spurningu. Hvernig var anskotan á Gilsan að svara þessu? Já, það var alltaf ekki vandamál fyrir Monisem. Já, hörðu, sko, hann er að hugsa þetta ekki til enda. Hann er fastur á klakanum, þessu að þreytasta landi of all time, það sem eftir er. En ég heyri samt. En hvað ætlar að gera af allar þessar miljónir? Bara hanga hérna í Íslandi, frábært. Hvað, gerir maður ekki alltaf það? Nei, það er ekki enga sem ferðast er mikið og þú, sko. Ég held ég verði samt tímið, ég hef bara, það er hræðileg valmöðleikar. Ég verði til að heyra samt áfram, þannig að ég verði þá bara hérna. Þú verði þá bara hérna, mjög skemmtilegt. Númer 2. Hvort myndið frekar vera með aðra hendina fasta á limnum á okkur það sem eftir er eða labba berað ofan í Harlem með málaðan hakakross á bringunni í 10 mínútur? Þú er góður, Richard. Þetta er mjög auðvitað spurningar. Hvað ætlar að svara þessu? Ég myndi að sjá, svo bara labba ekki Harlem með hakakross í 10 mínútur. Ok. Það er bara ekki náttúrulega. En það segir maður 115 kíló á kjöti, sko. Nei, ég minna, þú veist, í versta fall eftir lamin að þú ætti ekki að vera með höndin og limnum að það sem eftir æfina. Já, þú getur verið. Kannski hendin í falla, kannski nokkra vikur. Þetta er mjög auðvelt. Getur verið skotin. Já, mjög líklega. Ef ég var eftir heim í Harlem, ég sagði þegar ég kom hann á Rauðbyrgin, rámandi henni gegn með hardcrossin, skjótaði. Ég meina, ég myndi bara... Þetta er ekki lemjaði, sko. Það er allir með byssur þarna, sko. Ég myndi alltaf bara lappi gegn og segja, hérna, veist, the sign on my chest is a joke, the sign, skilur við, 10 mínútur. Richard from Iceland, maybe do it. Já. Mjög gott losta bet. Ég er ekki, við erum með höndin á, sko, ég vil ekki svona segja þetta aftur, það er fólk að hlusta. Höndin á limnum, Já, sko, það sem eftir er. Já. Eftir er. Bara inn á buksunum bara. Já, en ef ég þarf að senda tölvupóst. Já, bara vera með... Þar var þá að pissa í gegnum fingur sér. Já, bara hann er bara með hendur der og það er að pissa. Þá var hann bara alltaf först. Þú ert alltaf að pissa á hendur der. Ég tek síðan sín, ég tek Harlem. Takk ég Harlem, já. Það var nummer 3. Skora, þeir eru teknir hvort myndið frekar, skora sigurmarki gegn Argentínu á HM í sumar fyrir Ísland eftir að hafa komið óvænt inn á sem varamaður. Það var mjög vel, ég var til í það. Bara allt í hennu tekin í hópin. Komið óvænt inn á sem varamaður. Já, bara allt í hennu Sigmar Viljánsson tekin í íslenska landslýshópin. Kemur inn á sem varamaður. Meittist ekkur og King sem vilja komin inn á, setur eftir vinkilin. Og tryggir Íslandi sigur. Mér er alveg sama hver heimvalkosturinn er, ég myndi velja þetta. Eða bjargað lífi mínu með að gefa mér líffæri úr þér sem því að ég myndi deyja. Eða myndi taka Argentínu. Þannig ef ég vel markið, þá deyrð þú. Já. Ég myndi velja markið. Ok, takk. Já, sko, þarna eru plús og mínus líka, sko.
Þetta svona pros and cons. Erum við ekki, ok, ég veit að ég og Simur nú geta hangað saman on a regular basis. Nei, hvað áttu mörg böttur ekki? Ég var 1. Já, ég myndi taka maður. Hann á bara 1, sko. Það sleppur. Það væri verið að væri með 2 og 3. Myndir í alvörunni fórna mér fyrir að skora 1 mark? Getur ímyndaður, Richard, að koma inn á kloppa Messi og klína sín inni í vinkil og rífa sér svona óra á hann. Hvað guld? Taktu líka bara tekið mögulega þetta. Þú far ekki krón út úr því að berga lífið hans. Ekki krón. Þú far kannski eina máltíð einhver staðar. Já, ég á nóga vinum líka, sko. Já, en hugsaði sko bókarréttir sem þú getur gert, sko, ef að sagan er sögð á hvaða fórnar lífi vina mín til að skora þetta mark, fótboltinn er mér allt. Þetta er bara massa saga, þetta er bíómynd. Og það er þetta að taka dramatíkinn sem fylgir fjölskyldur ykkar af mist hann og sko biturleika hennar á þig að hafa skrifast þetta á mig, þú veist. Já, ég meina, það er bara þér að kenna ég fari, þú ert eini möguleiki minn. Já. Veit þjóðurinn því það? Já. Þetta er bara góð bók. Það er enda smá skellur. Nei, þetta er góð bók. Engi myndi vita að þetta er mjög öðvöld, sko. En frábær vinnur. Enga sér frábær félagi. Ég var lengur búin að segja. Riki, ef þú ætti 2 börn, þá myndi ég velja hvað skiptir máli í 1 eða 2? Ok, máli er, sko, þetta er bara fótbolti. It's only football. Nei, og máli er að segja reitt. Saman, sko, þú veist, ég er the shit í 2 mánuði eftir að setja í vinkilinn. Árið setna verður skít sama. Þannig að ég ætla að verða því miður að Rikki gleði mig svona náðast aðra hverja helgi. Það er rosalega saga. Þú fórnaði lífi vinaðist fyrir þetta mark. Það er saga. Ég er the shit í 2 mánuði. Þú verið með bestseller book selling all over the world. Ég er löngu búin að vera með bestselling book. Þetta er bíómynd. Ég ætla að bjarga Richard. Ó, takk Egill, elska þig. Þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það er hérna Rikki G, Egill Einarsson og gestastjórnandinn Money Sim. Við ætlum að láta þetta trenda svolítið í dag. Money Sim. Eða King sem ég vil. Nei, King sem ég vil, það er alveg hárétt. Hérna Rikki, þessi dagskurlið svo það fari núna. Elskan. Já, ég vil bara segja þetta. Við verðum að hætta þessu. Ég fæ ekki leið á þessu. Ok, þátturinn er ein stór óvissu fyrir mér. Hvað erum við að fara í? Og vilt ekki vita, þetta er svolítið þannig. Ok, ég skal bara útskýra þetta. Þetta er eins einfalt og að verður. Ég læti ykkur 2 hringja. Ég ætla að þið byrja sem mig, að þú ert að gera þetta fyrir skipti. Egill er algjör meistari í þessu. Ég hugsa að þú eigir eftir að vera fínn meistari í þessu líka. Þú hringir á okkur stað. Það er eitthvað sem svarar. Þú hringir í eitthvað þjónustufyrirtæki, eitthvað sem er veitingastaður eða bara leigubíl eða eitthvað bara. Segjum bara að ég láti þér hringi í leigubíl. Þú segir semst bara við konuna, herðu, ég tók leigubíli á okkur síðustu helgi og ég glemt dálitlu. Þú segir ekki neitt nema bara einhverju dálitlu. Þú segir ekki hverju hluturinn. Já, ég bara glemti svo litlu. Og þá byrjar hún eitthvað, og byrju, hvað er það? Og svo heldur hún áfram, svona tefur þetta aðeins, gæti verið liggjandi undir sætinu, undir eitthvað svo leiðis. Og þá spyr hún pottið aftur, hver er þetta? Svo kemur smáþögn, raskatinn á mér. Raskatinn á mér? Mjög fullorðið, sko. Er það liðurinn? Já. Ok. Þú glemdir þessu. Við erum að vera 60, sko. Við erum að hringja fyrirtæki. Ég glemdi dálitlu tegilópan og segi síðan raskatinn á mér. Og býðum eftir viðbröðum. Ég hata hann dagsskólið. Þar ég að vera með. Þú verður að vera með. En bara Money Sim? Nei, alls ekki. Egill, þetta er ekki liður nema þú sett með. Sigmar, King sem ég vil. Ertu tilbúin? Ég er til. Hvert er þetta að hringja? Herru, ég ætla að hringja bara á okkur að leigubílastöð. Já. BSR 56 10.000. BSR, góðan daginn. Já, hæ BSR. Já, hæ. Herðu, ég tók leigubíl hérna hjá okkur úr Ingólfstorginu á laugardagskvöldið. Já. Og ég glemdi dálitlu bílnum. Það getur sennilega verið þarna einhvers staðar, þetta er svona farþegamegin aftur í, líklega undir sætinu farþegamegin fram í, eða þú veist, kannski runnið þetta undir sko sætið, eða kannski er þetta líka bara í vasanum á hurðinni. Ok. Þá er ég að tala sko aftur hurðinni farþegamegin. Hvað var það sem þú glemdi? Eða kannski fyrir þetta bara undir mottuna eða eitthvað þarna sem sagt farþegamegin. Undir mottuna? Aftur, já, eða undir sætinu, eða í hurðavasanum. Ok, hvað var það sem þú glemdi? Eða bara í sætinu sko. Hvað var það sem þú glemdir? Raskatinn á mér. Já, ok. Það er slett.
bara að skella. Af hverju var þetta óþægilegt? Hún hafði enga fólum með þetta. Bara, já, ok, æðislegt. Og svo bara, ditt. Hún hafði ekki mikið núma fyrir þessu. Hún hún að segja að fólk að það eru fáið þetta hringjum svo þetta glemt raskatinn ennina ferðina. Líka þetta kom svo margir staðir sem að koma til greina. Ég ánægður með King sem að vil hvernig hann spilaði þetta. Mjög vel gert. En Egill, þú alltaf verið mitt uppáhald í þessum lið. Já, ég mjög góður í þessu lið. Já, og hvert ætlum við að hringja fyrir þig? Ég veit það ekki. Þú ákast þetta. Ég að hringja bara okkur veitingastað. Þú varst að borða þann í hádeginu og já, glemdir þetta álitli. Klári í það? Ætli það ekki. Það svo erfitt og vandrarlegt og óþægilegt. Liður illa. Já, góð daginn, ég ætlaði að aðtuga að ég glemdi svolítið hjá okkur en ég var hjá okkur kringum hádegisspilið. Þetta gæti verið þarna bara á afgreiðsluborðinu eða jafnvel liggjandi á gólfinu eða eitthvað staðar þarna bara. Já, þú veistu, já, hvað var það sem að... Hörðu, það var raskatið á mér. Nú, já, get ég annars aðstofað eitthvað frekar? Nei, þú sér það hvergi þarna. Nei. Já, það verður bara... Aftar á þér. Já, hörru, ég leita þar, ég þakka kærlega fyrir aðstofana. Takk. Nú ég hættur í þessu ángríns. Þetta síðasta skipti sem ég hringi fólk sem þetta glenda raskatuna mér, það ekki. Síðasta skipti. Ég fæ bara ekki leið á þessu. Við getum þetta skoðað. Auðmíkja konan. Við getum þetta skoðað aftur í næstu viku. Nei, ég ekki farið þetta aftur. Toyota, gull, léttur og skór.is kynna Hlustendaverðunin 2018. Flottasta tónlistapartí ársins í Háskóla Bíó og í beinni útsending á Stöð 2 laugardagskvöldið 3. febrúar. Hann lipur og lukkar vel, en svo hann líka 50% rafdrifið ferðalag. Yaris Hybrid, Toyota. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín. Gull, okkar bjór, léttöl. Útsalan í fullum gangi, 20-40% afsláttur. Skór.is, netverslun. Ef þú hatar frían mat, þá skaltu halda þig frá Smáratorgi dagana 2. og 3. febrúar því Walk On að splæsa í tilefni opnunar á nýjum stað. Walk On Smáratorgi Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur. Orkunotkun þín í lagi? Suð eða læti í kælikerfinu? Kælivirkni sem 5170900. Uppáhaldstalaðin B19? Nei, hún ekki til. Bingo í kvöld kl. 21:00 á Gullöldinni. Ég heiti Hjálmar Örn Jónsson, mættu. Sællir hver sem á sitt traust, hann eltir gæfan endalaust. Trausti fasteignasala, Vegmúla 4. Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Ætlar þú að missa af Reykjavík Hotel Weekend? Hélt ekki. Kynntu málin nánar á bar.is. FM 95 blöð. Föstudaga, milli 4 og 6. Á FM 957. Og haldið ykkur fast, kæru hlustendur og sérstaklega þú Rikki, hún hljómar svona. Naflakusk ekki með bílpróf. Þessi léleg. Það ekki með auðu. Þessi léleg. Það get ekki séð út á gluggan. Ég get ekki leiða þessu. Auðun Blöndal, Steindi Junior og Gils. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Á FM 95 blöð, hlustandi góður, og við þökkum kærlega fyrir það. Við ætlum að launa ykkur það með því að bjóða upp á veislu hér til klukkan 6 í dag og næsti liður í eigu Gilsarans. Já, að spurningarni King of being self-made og Við döðum þetta út, hvað segir þið? Spurningarkerni? Já, en málið Riki, settu nú aðeins trailerinn á meðan komin í gýrin. Hann komin hérna. I'm gonna ask you a question. Þegar komin í gýrin Fæ aldrei trailer. Is everybody on the floor? Af hverju is everybody on the floor? Það var tónlist í trailerinn, Richard. Þeir sjálf, sko. Þegar koma sem að vilja í gýrin. Já, þetta gott, sko. Getur þú að hækka þetta? Já, hækka þetta. Við skulum bara svara þessum spurningum þá. Ekki eitthvað eftir á sig, þetta er geggjaður, Leifðu maður sem að klára þetta. Þetta ekki búið.
Geggjaður trailer. Ekki sem búið það. Guð mig góður. Herri, jæja. Nei, nú bassin að koma, maður. Þetta geggjað. Þú hefur ekki svona gaman af þessu Simmi. Já, þetta mjög skemmtilegt. Gestur ræður, Richard. Já. Herri, já, við bara keyra þetta í gang. Hann búinn að? Já, hann búinn. Þetta King of Being Self-Made. Og það Richard á móti King Simaville. Þetta getur verið erfið keppni. Þetta eru 10 spurningar. Ég mæli mig að gera eitthvað besta og verið completely honest. Það góð regla í spurningakefni. Banna ljó í blöð. Já, og fyrsta spurningin hefur þú girt niður þig í penthouse íbúð? Hvað kemur það við að vera self-made að gera það niður? Ég er með hugmynd, Richard. Má ég spyrja spurningan þannig? Ég er með hann dagsskólið, sko. Ok. Hvað áttu við með í penthouse íbúð? Bara efstu hæð, einhvers staðar? Já, penthouse íbúð og girt niður þig þar. Já. Það punktur á King Simaville. Þess að byrjar þetta sterkt. Já, ég meina, það bara, ef ég er á efstuðu á hótel, það þá penthouse eða? Nei, það bara efstu hæð á hótel, ekki penthouse íbúð. Það hótelherbyggja á efstu hæð. Hefur gert niður þig í penthouse íbúð? Hefur verið í penthouse íbúð, Richard? Og gert niður þig? Nei, því miður. Ef það ekki efstu hæð á hóteli. Solid 1-0 fyrir Money Sim. Þetta byrjar því miður ekki vel. Þú vita hvað ég gerði niður mig? Já, takk. Já, ég fór að kúka. Jesus, Robert. Fær hann punkt í alveg fyrir þetta? Nei, þú skilgrindir ekki gera niður sig. Þetta bara, svona þetta bara. Ok, King Simaville er búin að hæja sér í penthouse íbúð. Það fyrirsögnaði MBL. Þá er ég með þetta líka. Þegar Blöð var að skoða penthouse íbúð uppið Urriðavöll og þar við Odd, þá ég frá klósetti þar í íbúðinni. Ertu að grínast? Ég verð að gefa honum. Hann er búin að gera niður sem það. Bara, Rikki, þú ferð með viniðinum að skoða íbúð sem hann kannski að kaupa og einhver seljendur að sína og þú segir, má ég fara og kúka hjá þér? Nei, ég var ekkert að segja það. Fórst að kúka í skoðun á íbúð? Ég þurfti bara að fara á klósetti, það var engin í íbúðinu, Utti var bara að sína mér, hún var tóm, sko. Ertu einna gamla skólanum, Richard? Þegar þú fyrir að míga, gerður þú niður buxun allir á hæl og mígu þannig? Já, ég gerði svona alveg, já, ég gerði það. Og rennir ekki inn í buxnaklöfun eins og... Nei. Ertu standandi með girt niður á hæla? Ég elska það, Richard, það er gamla skólan. Gerðu það? Stenduru og buxunar eru á hælunum aður, út berrasaður. Mígur að þannig? Ég er ekkert með opið, ég er með læstin á klósetti, sko. En þú gerir þér samt niður og stendur bara við beran bossan að pissa. Er það þannig sem þú pissa? Ég gerir það ekki á skemmtistöðum, en ef ég get lokað af mér, þá gerir það mest að þægilegra. Ef ég fer á Hverfisbærin eftir ekki, á ég vona því að sjá þig við kamarinn. Nei, ég sagði ekki á skemmtistöðum, hlustaðu. Ok, nú ætlum ég að spyrja þig, Gils, bara í alvöru. Manstu dagskráliðurinn á hann? Ertu vissum að hann vildi ekki skora þetta marka móti Fraklandi? Og láta hann gæja sem gerir niður þessi degja. Ég verð að gefa honum punkt. En ég meina, hefur ekki farið heimsótt til Blöða? Íbúðunars núna? Já, hann á heim penthouse íbúð. Þannig að ef þú skiti á honum, þá er náttúrulega verið girt niður það, sko. Já. En málega, það er 1-1. Vel gert, Richard. Þannig að varst á tánum, hugsaður, náður í punkt. Já, takk. Bara vel gert að gera sér nefn að hæla standandi að pissa þegar engi sér. Mér er samt eitthvað, það er eitthvað með svona gamle skóli við það sem ég fíla. Brettur upp á hann og þurrka með pappi líka? Nei, við skulum bara halda áfram með spurningan þar. Mjólkuglas og keks með þessu? Nei, bara var í næstu spurningu. Ok, er sjónvarpið stærri en 60 tómur? Nei. Það kemur ekki allt niður, Richard. Hvað er það? Já, ég þurfi ekki að fá svar á King sem hann vil. 75. Heimitt? Já, 75 tómur, það er bara svo bíóskjár. Já, akkurat. Hvað er sjónvarpið þetta, Richard? Ég er bara með 55 tómu heiðalegt tæki. Nálega því við erum með 60. Er það vegan? Nei, ég ger ekki niður sjónvarpi heldur eða heldur það, sko. Ég sé þess að brandara. Þú ert með 55 tómur? Já. Flatanskjáðu það, þetta er ekki túpu sjónvarp? Egil, þú ert ekki fyndin. Það má ég bara spyrja. Ertu með upphengt eða er það bara á standi á borði? Það er bara á standi á borði. Já, ok. Ekki upphengt. Allt í lagi. Nei, það er ekki upphengt. Það er svolítið, já, allt í lagi. Það er allt í lagi að vera með standi á borði. Það er allt í lagi. Sko, það er 2-1 fyrir Money Sim. Hefur þú stjórnað highly successful útvarpsstöð? Já. Það er punktur á Richard. Það er 2-2 stafnum. Ég þarf að fá svar frá King sem að vil. Stjórnað highly, nei, ég get ekki sagt ég á því. Það er 2-2. Það er spennandi. 2-2. Fæddustu í krummaskuðutalandi
með 0 krónur inn á bankareikningum? Nei. Hvað fættist þú, Sigmar? Ég fættist í Reykjavík. Dreftu mig ekki, þú ert heima á Egilsstöðum. Já, en ég fættist í Reykjavík og flutti 30 ára til Egilsstaðar. Varstu hérna fyrstu 3 árin? Nei, í Reykholti. Reykholti? Með 0 krónur á bankareikningum? Nei, ég held ég að fengi fæðingagjöf frá ömmu og afa, sko, en ég var örugglega kominn með eitthvað penninginn á reikning. Hvað fættist þú, Richard? Ég fættist bara Reykjavík. Á fæðingarheimilið á spítala. Bara á spítala? Þið fæði þetta á hvoraðan punkt. Ég held að þið fæðist bara á Egilsstöðum. Hvað það harður? Já, nei, það gerist ekki, sko. Nei. En ég ólst þar upp. Nei, það ákveðin skellir. Er það 22 eða? 22, mjög spennandi. Hefurðu keypt hlutabréf og tapað? Já. Nei, það er punktur á Richard. Þetta er eins óvænt, sko, nú er þjóðin örugglega bara í sjokki. Richard er yfir 3-2. Já. Þetta var King Simaville í King of Being Self-Made. En ekki, ég ætla að fara að monta mig, ég tapa ekkert háum upp að þeim. Nei, nú tapaði það. Já, ég tapaði. Nei, þetta engi sé að monta sig á því að hafa tapað í hlutabrið. Svo allir entrepreneurs að hafa keypt og tapað. Nei, ég hef aldrei keypt hlutabrið. Nefna bara, ég stofna félag og þá á ég hlutabrið. En ég hef aldrei keypt hlutabrið. Nei, ok, það er bara þannig. Áfram gakk. Já. Hefur haldið nágranna grill og boðið öllu nágrannum yfir sem búið í göttunniðinni? Nei. Já. Vá, Simmi kemur sterkur inn 3-3. Hefur þú haldið nágranna grill fyrir allir göttunniðinni, Simar? Já, við tókum alla botlagan. Þú vissir þetta veginn, sko, ekki þykjast koma ekki þykjast koma labbaður í göttunni og böðust öllum yfir í grill. Ég fór ekki eitthvað svona, herri, viltu koma í grill? Viltu koma í grill? Nei, þetta var bara svona, spurðist bara út og var bara sett upp og Ólafur Ragnar Grímsson fórseti var þá í frambúð og hann kom og helt svona ræði, þannig að það var svona hluti af hans kostningar. Já, þetta var skemmtilegt. Hefur Ólafur Ragnar Grímsson haldið ræði og þeir ekki, þú ert að bjóða vinninu í matið? Þú veist alveg svarið við því. Nei. En svo fyndið, þú þykist alltaf að koma af esjunni svona þú ert að spila. Já, þetta er spennandi, það er 3-3. Hefur flogið með engaþotu? Ekki þotu, ég flói með enga flugvél. Hvernig varst þú með enga flugvél? Það var bara til Akureyrar einu sinni. Innanlandsflugvél ekki? Dreftu mig? Nei, ekki innanlands, þú veist, ég var ekki að fara með Fokker, ég fóð bara með 4 sæta enga flugvél. Ég get ekki skráð það sem engaþotur, Richard. Nei, það er ekki engaþota. Ég bara fóst á Reykjavíkurflugvél, lagði í bílnum 2 metra og flugst til Vegas. Það er þess að tala. Nei. Hvað er það? Flóið til Egilsstaðar, viltu á punktur í það? Ég spurði á undan. Ég hef nú gefið hann punkt fyrir það að hann flóið til Egilsstaðar, hann sagðist að hann flóið til Akureyrar. Tveggja hrefla vel, ekki lagi með þér, Richard. Ég tala að setja Lazy Boy og panta Strawberry Daiquiri og þeir eru réttan. Það er ég að tala engaþotur. Því að þess að hápunktur þinn var að setjast upp í Cessnu og fljúga norður. Þetta var engaflugvél. Já. Ekki reyna að veiða svona punkta af öðvingjanum, Richard. Ok, frábært. Há svarið nei. Money Sim? Nei, aldrei flugið engaþotu. Verða að gerða þig, Simmi. Ég myndi spyrja núna Björka Tóra, setja hliða núna. Heldur hann með þið svara nei? Nei, hann á engaþotu. Já, þú verður að setja það í stand, sko. Það er málið, maður getur alltaf bætt sig í þessu lífi. Aldrei flugið með engaþotu. Getur þú tekið vinnurhristing og enginn vælir í þér? Get ég tekið vinnurhristing? Nú er ég ekki að reyna að vera svona leiðilegur en hvað kemur þetta við að vera self-made að taka vinnurhristing og enginn vælir í manni? Þú ert ekki með Út ekki starfsmaður á plani og bara stjórnaði sjálfur og gera svo vilt í vinnunni. Þetta er að Simmi sé bara skrifstóni og svo hendi vinnurhristing eða? Hvað er vinnurhristingu bara? Sorry, ég aðeins dottin út. Ég er löngu dottin út. Er þetta mjölkurhristing? Ekki, útskipt þú fyrir King sem að vil hvað vinnurhristingur er og hvað þú haldið áfram með spurninguna? Mjölkurhristingur? Vinnurhristingu bara að þú ert að gera vel við þinn á skrifstofuninni eða eitthvað svoleiðis. Ég get ekki orðað þetta betur. Kynferðislega með höndunum? Ég sagði, ég get ekki orðað þetta betur. Þetta er ekki hristingur, þetta er nú í sveitir að strokka. Herðu, já, það er allavega nei á mig. Að hrista er eitthvað, fara ekkert út úr því að hrista þetta. Herðu, það er allavega nei á mig. Kalla þetta þá fyrst þetta strokka. Betur ekki, nú þú yfirmaður ekki. Hver er að fara að væli þér? Það er enginn að fara að væli mér. Ég er bara að segja nei þá fyrir þessa spurningu. Þetta spurningi var, getur þú tekið vinnurhristingu og enginn vælir í þér? Nei, þetta get ég það. Já, þú sagði nei rétt á þann. Já, ég get alveg tekið en ég bara gera það ekki. En ég verð samt að vita, þegar þú tekur hristingin, hvar sem hann er, setur það buksundur á hæluna líka og þú stendur svona stjálfandi eins og þetta pissa og hendur í hristingu eða ekki sér. Rauðhæru Latti mætturinn í stúdíu. Ég er svona vinskveita þetta. Bólurinn, hann lafir, hann er aðeins fyrir þannig að þú tekur bólinn upp og heldur honum undir höfn og heldur svo áfram. Herru, við erum með Rauðhæru Latta í stúdíunni þetta.
Guð mig góður Herðu allavega, jú, ég get það Það var punktur minn, Richard Þegar þú ert lagamæður Ríkja rúmfattalagadum Þá getur það ekki, sko Þá yfirmaðurinn gefur þau skít, sko Þannig að Svarið mitt líka já ef þetta það sem ég held að þetta sé Já, ég geti það ef ég kenni búið Kostur að vera self-made Það er 4-4 Ég held að allir geti það Útið það er farið Áttur bar sem seldi mest af jólabjór af öllum börum á landinu í desember Nei Já, jú, það er bara Æ, punktur á Punktur, seldi barinn þinn mest af jólabjór af öllum börum á Íslandi Já Öllum börum á Íslandi Þinn seldi mest af jólabjór Já, hlæstur lítra Það er góður Það veist Rikki, þú Ég var búinn að segja nei Þetta var sagt mjög Akkur reyður Ég er ekki reyður, þetta er bara Ég sé að þú er reyður Bara ósækitt spurning, þú veist alveg ég á ekki bar Mér finnst það óreittlega spurning fyrir ríkar Hver tífaldaði veltun á hverjusbátum? Ég eða þú? Ég á ekki barn, ég átti ekki barn Hver tífaldaði veltun á það, ég eða þú? Það var enginn ennið fyrir að Richard byrjaði að DJ þannig Ok, næsta spurning Byrjaði ekki að DJ eftir 3 mánaða lokun Er það ekki það sem er bóndin? Já Tífaldaði veltun Akkurat Ok, síðan spurning Það er 5-4 fyrir manni sem Hefurðu keypt bíl sem kostar meira en 7 milljónir? Nei Því miður, Richard, það er Hef ég keypt bíl? Já, ég veit það ekki Banna við úrleitundum Ég heit ekki að vera leiðileg, Richard, til að pakka saman King sem ég vil er King of being self-made sem kannski kemur ekki sérstaklega mikið óvart Verður þau að kynna það? Það er algjör sjokkar X977 kynnir Soundgarden rockmessu á Gaugnum laugardagskvöldið 17. febrúar Allir slagararnir og meira til frá þessum meisturum gruggsins Sérstakir gestir munu leika lög frá sóló og hliðarverkefnum Chris Cornell heitins Þetta er rockstund sem þú vilt ekki missa af Tryggðu þér miða strax á pix.is Er uppáhaldstalaðin B19? Nei, hún er ekki til. Bingo í kvöld kl. 21:00 á Gullöldinni. Ég heiti Hjálmar Örn Jónsson, mættu. Nú eru síðustu dagar útsölunar og enn meiri verðlækkun. Götumarkaður og ótrúleg verð. Kringlan af öllu hjarta í 30 ár. Við erum í Fellsmúla, Smáralind og í Mjóttinni og með opið allan sólarhringinn og lengur ef með þarf. Dælan, Fellsmúla, Smáralind og Mjóttinni. Á lífsins leið má alltaf búast við slysum eða óhöppum. Fortis fylgir þér alla leið. Skiptu yfir í Toyo harðskeiladekk og taktu afstöðu með örygginu og umhverfinu. Nesdekk og öll betri hjólbarðarekstri. Sporthúsið. Heilsurækt fyrir alla. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. Hauti, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4-6 í FM 95 Blö. Hey yo, Jason. Oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. What your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply traded. Then I take it out, take it off, eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the D-O-double-G again? Come on, baby, turn around. Yeah, you're a star, girl. Take a bite. Yeah, it's just one thing that's killing me. How'd you get back in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, 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 wiggle. Shake it, girl. Just a wiggle, 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 wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Make it clap. Just throw hands, baby. Now make it clap, clap, clap. Damn, baby, you got... Það held ég að þið eru að hlusta á FM 957 með ykkur í dag. King sem er vil Herra Kleinufringur og Egill Einarsson.
Já. Hér í dag, hér á FM. Bannað að segja út að hlusta á FM 95 blöð af því að þeir eru alltaf í frí. Þetta nú bara að hlusta á FM 957. Þetta FM 95 blöð. Já, ok. Þó að blöð sé í frí, sko. Já. En slum hafa það á hreinu því að, tala þessi frí, sko. Þeir eru raunin ekki í frí, þeir eru að vinna í öðru verkefni í fyrirtækinu. En í frí frá FM 97. Já, rétt. En hvað eru að frí? Við ætlum að fara, nú ætlum ég að henda King sem að vil í Kaffitors Tristan. Yes! Það sem ég skólan til og hann að fara að loka deiti. Ég held að hann muni loka deiti. Já, 100%. Tatman lokaði einu sinni deiti. Já, rétt. Hver? Tatman. Jón Gunnar Gerdal. Já, ok. Og fór hann á deitið það? Var það ekki dude? Nei, það var dama. Hörðu. Var það ekki gaur? Það var gaur. Já, því trúi ég frekar. En málið er, sko, ég er með geggjaða punkta. Og ef þú eldir punktana, þá færðu date. Það er svo einfalt. Þess að þú byrjar að segja, þú byrjar að segja hver er þetta með leyfi, og það er eitthvað svona að fáðu nafnið, og þú veist, nema kynni sér bara strax í byrjun, þá séu þú, sæl og blessuð, Sara, eða hvað sem hún heitir. Sigmar Vilhjálmsson hérna, oft kallaði King sem þið vil. Það er ég að segjast verið ég, er ég sjálf? Já. Nei, þetta er þú. Ekki Kaffitors Tristan. Nei, sko, ef þú ætlar að loka deitið sem þá þarf það að neindróma. Það er að koma undir nafni. Annars getur verið bara lagamæður rúmfattalegum, sko. Það veit að King sem þið vil. Og þá bara skellt á þig. Og til þess að málega, ef hún er ekki alveg að fylgjast nógu vel með, segðu þá, já, Keiluhöll, hamburgara og pizza. Þú verður að koma því að Keiluhöll, hamburgara, strik og pizzastað. Síðan segiru, við borðum frýtt. Þú ert ekki að taka upp bödduna því ég býður út að borða og segir, og það er að ég er að gera núna, ég er að bjóða út að borða. Síðan segir við hennar, skildu bödduna eftir heima. Einu sem þarf að vera í vasanum er lykill og Billy Boy. Búið. Lykill og Billy Boy, já, til að komast heim. Já, þetta er ekki til þess að komast heim, eða ekki? Síðan segiru, ég er bara að sækja þig, ég er að lima síu, ég er í engu nefn með Billy Boy. Síðan getur endað á, já, Keiluhöll, taktu sjensin, sest á Billy, ég var að taka lykil. Sest á Billy? Ég var að taka lykil. Trúur því einleglega að þetta virki? Ef þú fylgir punktunum. Þessi virkskill hljóma bara eins og disaster og bara enga veginn að fara. Þegar að menn er að fara, sko, út frá punktunum, þá hafa menn skitið. En eins og Horny Tatman gerði, halda mig við handritið. Hann hélt sér bara við handritið og lokaði deiti. Má ég ekki sjá þetta handrit? Má ég ekki hafa þetta handrit? Það er hérna bara. Þannig að Ríka hringi bara. Kaffitors Tristan. Já, kaffi, góðan dag. Já, hver er þetta með leyfi? Anna heiti ég. Sæl og blessuð Anna. Sæl. Sigmar Vilhjálmsson hérna heiti ég, oft kallaður King sem ég vil. Já, velverðu. Keiluhöll og hamburgara og pizzastað og svona. Akkurat, eitthvað svona og einhvern tímann í sjónvarpinu og eitthvað. Ég spái hvort að ég mig ekki hérna bjóða þér stefnumót. Bjóða mér stefnumót? Já. Sáði þarna á þann og hérna svona veltaði fyrir mér, veist. Við borðum alveg frítt og þú ætti ekki að taka upp budduna þegar ég býður út að borða, skilur. Það borðum frítt og... Nei, en gaman. Já, getur skilur budduna eftir heima bara og... Það er bara dásamlegt. Já, eina sem þarf í vasan er bara lykill og Billy Boy og búið, sko. Lykill og Billy Boy? Já. Og hvað skildi það vera? Það er bara, nöðsilegir auka hlutir í lífinu, sko. Já, ég skil. Er það ekki máli? Ég bara kem og sækja þig. Ég kem og limmu og hérna, ég er ekki neinu nema bara með Billy Boy, sko. Nei, ég er til í það. Er það ekki? Jú. Já, briljant. Þú þarf bara að taka sénsinn, skilur. Já, sjálfsögum. Lifir einu sinni maður og taka sénsinn og sest á Billy og allir þessir. Akkurat. Briljant. Þegar ég var að taka lykil og ég kem bara. Kemur og sækja. Þú ert í Hafnarfirðinum? Jú, Hafnarfirði. Æði, gaman að þessum. Séð þetta smá. Ok, takk. Já. Bye. Hann græði þetta eitt. Ég sagði þið bara, fylgdu punktunum. Ég er með kaldarsvita niður baki. Mér líður illa. Fylgdu punktunum og loka deitið. Þú ert bara með þetta. Ég held þetta myndi ekki virka.
Þú hringdi bara eitthvert og græjaði date. Þetta var svo Listen and learn. Ég er ekki að grínast. Það er bara, ég sveiktur á efri vörunni. Ég átti svo erfitt með mig þegar hann bara Sigmar Vilhjálmsson, hamborgar á keilu höllum bara, sætlum bara fóru hjá sér sko. Fullri virðingu fyrir þessari konu stelpu að mér er óglætt af sjálfum mér eftir þetta. En þetta virkur, punktarnir virkuðu. Já, ég þarf að nota þetta. Getur þú sendið mér þetta með? Albatross með Sverri Bergmann í broti fylkingar, lag sem að heitir Ég ætla að skemmta mér. Það held ég, þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á föstudegi, það er 2. febrúar í dag. Janúarmánuður búinn, sem betur fer. Janúar er svona yfirleitt 30. mánuður ársins og það næsta sem við erum að fara í, og Egill, þú ert alltaf að kvarta svona hitt og þetta og kvartandi? Já, þú ert að kvarta yfirleitt í sambandi við trailera. Ég er nefnilega með trailer fyrir veisla hérna. Would you like to have pockets full of cash? Yes. Thank you, Richard. Myndir fyrir Cash? Já, það er líklega með þeim betri, ég verður að veikja það. En ef maður drekki áður Cash Blondell, þetta er Men of Richard sem er í dag. En þú ætlar að sjá hins vegar myndir fyrir Cash? Ég er með þetta í dag. Já. Ég fann það mikla heiður. Já. Þú sendið mér skilaboð klukkan fyrir svona 13:30. Ég myndi vera með þann dagskóla í dag og ég með 3 spurningar. Ok, eru klárir? Money Sim, klár. Möndur eiga 24 tómu sjónvarstæki heima hjá þér fyrir 400 skall fast á mánuði sem eftir er. Þetta verður með 24 tómmu bara heima sem eftir er, mátt ekki þarra sjónvarp, en þú var 400 skallinu bankræðing hver mánamót. Já, ég ætla að segja já. Veistu hvað það lítir, Richard? 400 skall auka á mánuði. Þú séð 24 tómmu tæki eða? Þetta er bara heima hjá mér, eða ekki? Þú sé bara fólki heimsókn og allir grendur hlátri og bendandi á þig og sko, þetta er mikið niðurlæðing. Það kemur engin heimtíðin að horfa á enska bolt. Það er engin eitthvað heimtíð. Það gæti ekki verið meira saman. Það er ekki sem að hörðu, takk leikinn heim með Richard. Já, hörðu, gerum það bara. Nei, það er alveg með 24 tómmu. Til lagi með þig. En á móti þá getur þú náttúrulega farið til annara og tekið með fullt af góðu stöffi með þér af því að þú ert svo mikið penning. Þetta er 400 kall á mánuði. 400 skall skattfrjáls. Ég ætla bara að segja já við þessum penning. Legðu þið þennan með núna? King sem við vil. Ég líka. Nei, þetta er svo. Það er 75 tómmu heima hjá þér, King sem ég vil. Já, þetta er bara að fara í 24 tómmu. Fyrir 400 krónur á já, pocket money fyrir þig. 4,8 milljónur á ári. Þetta er mest að horse shit ég hef. 48 milljónur á 10 árum. Já. Já, svoleiðis. Þetta er bara besti ditt sem ég heilt. Þetta kemur óvart, en já, þið eru sammála núna. Mundur þú njóta ásta með valtibirni fyrir 1 milljón króna? Þið þurfa að borga 1 milljón. Hæ? Til þess að vera við erum með valdaranum. Þarf ég að borga 1 milljón til þess að leggjast undir Valdibjörn? Ég er bara að segja þetta oft. Þú þarft hjálp. Að láta Valdibjörn valda yfir sig. Hvað áttum við með að njóta? Þú getur notið ásta á. Ég er margur múið að segja þetta. Þú þarft aðstof. Hvað? Hvað núna? Þú getur notið ásta án allra slímhúðasnertingar. Nú kunni þá bara njóta ásta, bara, veist. Sem ekki vera að gera hún til gæðs. Þannig ég þarf basically að borga Valdibjörni 1 milljón til þess að hann gerir niður mig. Það sko. Herðu, ég er að bara að setja, ég er að enda vít og þetta bara. Það er reyndar sko, nei sko Valdibjörn topp maður sko. Riki, en þið eru reyndar í sama stærðarflokki, þið samsvarið ykkur mjög vel. Ég held að það sé mjög flott að sjá okkur lið við lið. Þið eru svona bara Já, frábært. Herru, ég ætla að henda nei á þetta með fullri virðingu. Er ekki þetta að lækka þessa milljón eitthvað? Get ég ekkert prútað í það? Þetta er ekki nema ein kúla. Og hvert er ennað þessi milljón? Valdarinn. Fær valdarinn milljónin eða eitthvað góðgerðarmál? Damn good question, King sem vil. Ég segi góðgerðarmál. Já. Það er ennþá nei hjá mér. Fyrst þetta er góðgerðarmál, þá ætlum ég ekki að gera þetta. Það er nei hjá báðamanna. Já. Það er lélegt. Stærðamunurinn að mér og Valdir, ég getur bara hrist Valdir.
Allan Getur það haldið á hann með annar hendi? Já, bara hrist hann allan En það er satt gott í Valtarinn Ég sé að lifta á svona Valtarinn er toppmaður, myndalögu maður Þess vegna sagði ég þetta líka Hann er above average myndalögur og ekkert eðlilega skemmtilegur og allt það En þriðja spurningin Myndur að hætta alveg að tala við Auðablöð, eða The Pooh eins og hann er kallaður fyrir 20 milljónir á ári sem eftir er Já Þetta var eitthvað auðvöld svar á King sem var vel Réttast að spurningar sem ég fengið Aldrei aftur að tala við The Pooh Hvað, þetta er 1,7 á mánuði? Ég myndi bara tala við hann í gegnum aðra En sko, Richard, þú skvassar með honum 2 frá dag og hann tók bumbun að þér og þú veist allt þetta Það hætti að tala það blöð Þetta er 20 kúlur samt Já, ég segi eins og þú áðan Þú ætlar að dreipa mig með líffæragjöfuna Vorst að hugsa það, ég meina Ég hætti því samt næstu Já, reyndar 20 kúlur ári Breytist það ekki, þú vissir að hann pissar standandi með buxurnar alveg á Það var eftir Ég vissi það ekki fyrir eftir ár Goddammit Þetta freistandi upp að það 20 milljónir ári Þú getur alltaf rætt við hann í gegnum þriðja Þú tett líka vinum Já, ég get aldrei skvassa með honum aftur Skvassaði vöðu ekki Bara rífst við hann í gegnum þriðja Segðu það um að þetta var úti Þú alltaf með eitthvað gaur Þú getur borgað manni að fylgja hvert sem er bara til að eiga í samskiptum með auðblöndar Þeir á milljónum mánu Æ, fuck it, ég er penningakarur Ég tek þess að 20 milljónir Bara setja sokk í blöðar Það sé betur þegar hann í flugu leiðin til Suður Ameríku núna, þannig að hann heyrir þetta ekki Já, þetta var myndur fyrir Cass Hér framundan stórkostlegt símtal Það er eitthvað að breyta, ég til ég að borga milljón með Valdi Já, ok Ég er búin að hugsa Understanding positivity What do I know? Samfilm kynnir Winchester Mögnu spennuhrollvekja byggð á sannsögulegum atburðum Do you believe in ghosts, Doctor? Stránglega bönnuðina 16 ára Winchester Frumsýnd 2. febrúar í Sambíón Ef þú hatar frían mat þá skaltu halda þig frá Smáratorgi dagana 2. og 3. febrúar því Walk On er að splæsa í tilefni opnunar á nýjum stað Walk On Smáratorgi Kópavogi Hollur og ferskur asísku matur Láttu okkur að sækja bætur og annast þín mál á meðan þú hlúir að þér og þinni líðan Fortis fylgir þér alla leið Mánudagur Stöð 2 Every year, the most beautiful new homes in the country go head to head. Flottir þættir fyrir sanna fagurkera og þá sem hafa áhuga á fallegri byggingalist. Look at it, huh? What a fantastic story it tells. Grand Designs, House of the Year, Mánudagur Stöð 2. Það er Parki sem færir þér Grand Designs House of the Year á Stöð 2. Velkomnir aftur, kæru hlustendur í þessa útsendingu frá Evrópukeppninni. Rafmagnað andrúmsloft, rafmagnað og ég vona því að íslensku áhorfendur láti vel í sér heyra. Víkingaklappið og allt. Potturinn stefnir í 11,2 miljardar. Eurojackpot, Evrópukeppnin í hefni, alla föstudaga. Er uppáhaldstalaðin B19? Nei, hún er ekki til. Bingo í kvöld kl. 21:00 á Gullöldinni. Ég heiti Hjálmar Örn Jónsson, mættu. Settu þér markmið og skráðu þig á meistaramánuður.is. Meistaramánuður Íslandsbanka. Hæ, Rikki G hér. Það eru 3 staðir sem ég elska. Sporthúsið, Sporthúsið og Sporthúsið. Í þessari röð. Veljum góðan lífstíl, látum gott af okkur leiða. Org, gerum eitthvað gott. Lífstílsverslun Kringlunni. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4-6 í FM 95 Blö. Það held ég þeirra hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og við erum búin að vera þéttir strákandir í dag þó ég segi sjálfum frá. Við erum að fara í dagskrárlið Egill Einarsson sem að Simmi Will og hans kollegan eins og Jóa þeir voru svolítið í gamla daga og við ætlum að svipuðu kamri. Já, í svona svipuðu kamri. Við ætlum að fara svona aðeins aftur til fortíðar. Simmi, þú kannski útskýrir svona við ætlum að hringja í blómabúð. Já, hugmyndin er að senda blómvönd og láta að því að blómabúðu gera það. Já. Og þá færðu þau blómabúðuna til að skrifa korti fyrir þig. Mjög hendurlaust fyrir þá sem eru mikið á ferðinni. Og og oft gaman að setja eitthvað skrítið í kortið sko sem að hristir hann að sveipi manni. Þú færð þann mikla heiður að ráða textanum. Þú ert komið texta. Já, ég draftaði smá texta Sigmar. Þetta er sem sagt textin hérna.
Þetta er textin. Á ég að láta hann að skrifa þetta í kortið? Því niður, já. Þetta er textin. Finna, ég er ekki svo búin að sjá textan, ég bara veit hvað stendur hann. Má ég giska? Það hefði ekki verið miklu grófar en þetta. Já, þetta er samt út í hött. Nei, þetta er basic texti. Í kort, í blómvendi. Ég segi, hendum okkur bara í þetta. Bara taka stöðun á þessu. Fuck it. Let's do this. Gerum þetta. Hefði mér langaði til að senda 6-7 krónar blómvönd í tröllakór því afgreitt það fyrir mig fyrir 7 í dag. Já, ég rekna alveg með því. Það er íslegt, þetta mega vera bara svona. Hvað er nafnið þið? Ég heiti Simmi. Hæ? Ég heiti Simmi. Finni. Já, Finni. Já, þetta er svona, ég var að hugsa bara svona rauðar rósir og smá svona grænt með bara 6-7 konar vöndur og svo kort. Já. Fallegt. Og hvað er skrifið í stóra kortið? Já, sko, það er svona. Já. Ég sit hér í leðursófanum heima, punktur. Heima, já. Punktur. Já. Er bera neðan. Svolítið. Já. Og rassinn límdur við sófan, punktur. Rassinn, með tveimur ennum. Já, tveimur, hann rassinn. R-A-S-S-I-N. Já. Límdur við sófan, punktur. Sófan, punktur, já. Ég var að keyra í góðan. Hvað segir ég? Ég var að keyra í góðan. Keyra í góðan. Góðan. Föstudags hristing, eitt orð, punktur. Föstudags. Og það er möslun, hristing. Nei, það er einfalt, hristing. Hristing, já, punktur. Svo kemur aðeins fyrir neðan. Er vel peppaður fyrir kvöldinu, ástin mín? Er vel peppaður fyrir kvöldinu, ástin mín? Fyrir kvöldinu, ástin mín. Komma. Hlakka til að sjá þig, punktur. Já. Og svo kemur kóngurinn, bara fyrir neðan, undirskriftin er kóngurinn. Kóngurinn. Má ég aðeins heyra þetta? Ég sit hér í leðursófanum heima, punktur, er bera neðan og rassinn límdur við sófan. Ég var að keyra í góðan föstudags hristing, punktur, er vel peppaði fyrir kvöldinu, ástin mín, hlakka til að sjá þig, kóngurinn. Yes, þetta stýrir líka. Ok, herðu, þá er það bara, viltu eitthvað sérstætt kort? Já, bara eitthvað svona, í litapalettu við blómvöndin, sko. Já, eitthvað rautt hjarta eða eitthvað. Já, til dæmis. Ég tveit að skella á það. Þetta var Ég gekk hingað inn með dassa mannorði. Ég fer hér rúin trösti. Þetta finna það skástir góðþægilegt sem æfinu hlusta á. FM 95 blöð hér á föstu degi, klukkan orðin 5:30 og þetta var stórkostlegt símtal. Það var verið að drull lífið á Twitter, ekki? Já. Hvort setur hann að svæfa þjóðina með lagaval í dag? Getur allan meiri segði þetta pú, setur sundur hresslög og það er föstudagur. Ok. Ef þú verður að fara að mökka þig kvöld, það væri öll lög partilög. Ég er bara rólegur. Já, máli, ef ég ekki verið að svett tjald eða? Hæ? Þetta farið svett eða? Hvað er það? Það er ekki hvað svett er? Svett? Svett? Ég fór eins og í svett. Í Elliðadal. Sem Óla Ragnar er að selja það. Fyrir með vinninum og sopnar í 3 tíma og 4 tíma. Já, geðið. Allavega hann bara keirir þetta svolítið í gang. Þjóðina sopnar, Richard. Ég skal taka það. En við erum að fara í dagskrárlið sem ég kvíður alltaf fyrir. Hann heitir, nei, ég kvíð ekki fyrir hann í dag. Spurt og svarað. Og það er væntanlega búið að dælast inn spurningar á King sem að vil. Þið, sko, núna, Richard, þú bara hallar aftur í stólum og slakað á. Elska það. Vegna þess að ég fekk það margar spurningar og þær beindust, einungis að Sigmari. Ég fekk mikið spurningum. Alla spurningar voru hann. Það er allt lífið en gangi ykkur vel að fá aðra aflýsingamenn. Ég er bara að tekja það lífi hérna. Nei, ekki lífi. Rólu. Stílið búin að skemmta þjóðinni hérna, sko.
Slakað á. Já, Málega þetta, sko, ég ætla að útskýra þann dagskrálið fyrir Sigmari. Það virkar þannig að þjóðin sendir mail og kannski vandræð með eitthvað ákveð drasl og við hjálpum þeim. Skilur, þetta flókið það? Nei, við bara, nei. Já, og þannig að ef þú fær spurningu þá reynir að leysa hana fyrir manneskjuna sem sendi inn. Já, ok. Já, og ég byrja þetta bara. Það er okkur. Fæ ég þriðja trailerin í dag? Nei. Ég hef ekki að fara neitt. Já, þann trailer verður þetta líka. Er þetta hérna, hvað? Já, þetta er nákvæmlega þetta. Are you ready, Iceland? Nákvæmlega, kerinn í gang. Are you ready, Iceland? Ég elska þessa trailera. Já, takk. It is time. Loksins kom góð tónlist í þennan þátt. He was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Þetta er vitlaust trailer. Hversu heimskur ertu ekki? Erum við að fara í stuðlag? Nei, alls ekki stuðlag. Farðu bara í spurt og svarað. Já, settu bara réttan trailer í byðuna. Já, ok, ég skal gera það næst. Ég gæti rekið, þá myndi ég gera það, en vandamögulega þú stjórnar þessar stuðu. Já, spurningur, ég reki þið ekki það bara. Ég ætla það að reka eftir. Myndi að fá helling út í því. Spurt og svarað. Sæll Vöðvingi. Það er draumur að þú svarir spurningunum minni í þættunum hjá ykkur í dag. Ædólið mitt er nefnilega í þættunum hjá þér. Hann Sigmar Vilhjálmsson. Ég á heima á Reyðarfirði sem er rétt hjá það sem manni Sim fættist. Ég læt oft skuttla með til Egilsstaða og þá einungis til að skoða húsið þar sem King Simmi Vil fættist. Okay. Ég er 9 ára gamall rauðbirkinn spjótkastari. Þetta er einhver þvílíkur Vöðvingi. Ég er búinn að útbúa í bílskotnu heima 2 litlar keilubrautir. Ég nota 2 letra kókflöskur sem keilur og svo átti eina frændi minn keilukúlu. Á meðan að menn keila er ég að hitta ömmupítsur í ofninum og svo er ég mjólkurhristinga líka, segir hann. En mín spurning er til Sigmars. Þegar ég er komin í bæinn, hver eru mín fyrstu skref í að þykja budduna mína hratt og öruglega? Kveðja Marteinn. Já, Marteinn. Frá Reyðarfirði. Það sem er kannski mest skemmtilegast við þetta, þú getur að fengja þetta á tölvupóstið að það er greiðlega komið nettenging á Reyðarfirð sem er mjög jákvæð. En jú, besta leiðin til þess að þykja budduna er bara að vinna, sko. Gamla góða vinnan? Já, bara vinna. Ekkert eitthvað trikk? Nei, ekki trikk, bara vinna og hafa gaman að því sem þú gerir, sko. Og ef þú gerir það, þá gerir þú vinnuna vel og þú gerir vinnuna vel, þá farið vel borga. Eru það, Marteinn, hafa gaman að vinnunust að vinna í og þá farið borga vel og það er þykki spötan? Það get ekki beðið eftir næstu spurningu. Já, hörru, það er nóg að gera þeir í dag, Sigmar. Sæll Gilsi, spurningum 2. Þú ert frábær. Geggjaður. Þvílíkur Vöðvingi. Einn allra mesti Vöðvingi sem ég kynst. Já, einmitt. Það eru þvílíkir meistarar með þér í dag, heyrði ég. Og mér langar að nýta þekkingu þeirra aðeins. Ég er 20 ára gamall, nokkuð eðlilegur maður. Á einn grisling og konu. Konu í Sviga, ég er smá vesinni núna. Ég sagði konu minn daginn, þau vorum í rúmi og horfa Black Mirror að ég ætla að laufa mér aðeins frá við stofu og tjekka þess á gólfinu. Já, ég slekka á þau, sko. Má ég fá að klára spurninguna, Richard? Ok. Og ekki snertan að græna takka þarna. Nei, ok. Út af því að það kemur spurning í lokin. Já, ok. Ég er búinn að segja það að Simmi myndi fá spurningan í dag, eða ekki? Já. Hvar var ég? Hann var að fara fram og var að spyrja einhverja spurninga. Já, hann sagði við konuna, ætlaði að fara fram að kíkja og taka stöður á gólfinu. Það var PGA í gangi og því nokkuð solid afsökun, sagði hann. Ég fer fram í stofu og stilli svo að fullorðinsstofu á fjastinningunni og gerði niður mig. Nema hvað? Heldur þú að konan labba ekki fram og grípi mig þarna frammi með allt niður mig? Við höfum ekki minnst einu orðið að þetta atvik, ég og konan, en ég hef verið að fá silent treatment núna í 17 vikur. Hvernig leysum það svona? Getur hún okkur hlera kleinuhringja ruslið með það? Hvað er það Teddy? Kleinuhringja ruslið? Segir svona Tedda hopp upp í raskati á sér. Það er einfalt að spara í sjóðum Stefnis í Netbanka Arion banka.
Og ef þú byrjar fyrir 1. mars, þá fellum við niður upphafskostnaðinn. Settu þig og þína í fyrsta sæti og kynntu þér möguleikana. Arion banki. Fyrir framtíðina. Reykjavík Cocktailvíkend í kvöld. Frábærir koktelar á yfir 30 stöðum í miðborginni á aðeins 1700 krónur. Nánar á bar.is. Útsölu lok, alltaf 60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða og Eirberg Kringlunni. Uppáhaldstalaðin B19? Nei, hún ekki til. Bingo í kvöld kl. 21:00 á Gullöldinni. Ég heiti Hjálmar Örn Jónsson, mættu. Höfum þetta bara einfalt. Í tilefni af Super Bowl eru allar máltíðir á Bad Boys Burgers & Grill á 1500 kall á sunnudag. Fyrstu 100 máltíðunum fylgir Super Bowl kleinurringur frá Dunkin Donuts. Þetta þarf ekki vera flókið. Við erum á Grjótólsi og í Hagasmára. Bad Boys Burgers & Grill. Taktu þátt í meistaramánuði Íslandsbanka. Nú klárar þú sveinsprófið. Ertu 23 ára eða eldri og með 3 ára starfsreynslu í iðngrein? Veist þú að Raunfærnimat getur hjálpað þér að ljúka iðnnámi? Hafðu samband og sjáum hvort að þú gætir stytt nám þitt. Hringdu í síma 590 6400 og fáðu ráðgjöf. Iðan fræðslusetur. Kominn tími til að taka til í geymslunni. Ekki henda, endurnýtum. Pantaðu bás í Kólaportinu. Lifandi markaður í miðbænum. Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is. Sumt bara betra en annan. Bacon Gordita Crunch, Taco Bell. Það komið af úrslitastund í ameríska fótboltanum. Þá hefjum við það sem að verður geggjað. Super Bowl 52. Boltinn annað snertimark. Einn stærsti íþróttaviðburður í heimi með sína hálfleiksýningu þar sem Justin Timberlake aðalnúmerið. Henley Boys 25-10-5. Hann fer alla leið. Það enginn að fara svo. Super Bowl, sunnudag kl. 23:30. Tryggðu þér áskipti sína 1817 og 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sæti. Komar svo. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Hancho Quavo You know I've been taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in one deep, now I'm free. People want me for one thing, care about where I've been. You know I used to be in one deep, now I'm not free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. On coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me. F1 type Ferrari, 6 gear speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Strip that down. Það held ég FM 95 Blö hér á föstu degi, við þurfum að halda áfram og það komið að keppni. Það alltaf gaman þegar við í FM 95 Blö förum í keppni og við erum að fara í eitthvað sem heitir flottulega keppnin, eitthvað sem búið að vera í þættinum í langan tíma. Ég ætla að velja svona þemað í þessari flottulega keppni. Þú stjórnar því, Richard. Já. Þetta annars stuðlaga keppnin, þetta bara flottulega keppnin. Já, þetta flottulega keppni, en basically þetta er svona twist á þessu. Þetta þannig að við þrír erum að keppa á okkar á milli, veljum lag og dæmið þannig, við vorum að festa kaup á Reykjavík Hilton Nordica, við vorum að kaupa heilt hótel, svona alvöru svona balls og það hefur búið að efla alla Icelandair hótelkeðina bara. Já, bara ekki bara Hilton, bara öll Icelandair. Þetta út af því að manni sér með okkur í dag. Já, bara erum að mæta hérna og það er búið að efla til blaðamannafundar. Þannig eru bara tilkynna hver var að kaupa. Það vissir enginn, þetta er bara svona
svona smá bara svona yfir því. Þannig að Richard lappar inn í salin og hérna hér er nýja eigandi af hótelkeðunum hérna og skellir lægi í gang og þú lappar upp á svið og ert að fara að tala við fólki. Þema lægi þitt á blaðamannafundinum eftir að tilkynningin kaupin. Gera menn þetta vanlega þegar kaupa hótel? Nei, ég bara svona hugsaði hvað myndi henda best. Mátt ekki vera öll Iceland hótelkeðin, ekki bara eitt hótel. Bara öll keðin. Bara keðjan, bara markaðinu mest. Já, ok, og þannig að þú fær svona 60 til 70 sekundur hlustendur hringin í 511-0957 hver er með besta lagið og ég ætla bara að byrja þetta. Rikki byrjar. Ég var síðastur. Þetta er þannig að ég er komin í svona ég er búin að sparka upp hurðinni hjá Kormáki og Skildi á Laugaveginum herrafattaversluninni komin í svona gamaldags jakkafutt ég er búin að raki hliðarnar og smjörgreiða mig alveg aftur. Þetta verður alveg glata. Ertu með nógu þykkt hári að smjörgreiða aftur? Ég er með þykkasta hárið sem bara veist Ég veit þú þykkt hári en það var sítt þá er ég bara búin að safna því. Ok, já, og svona í taglið? Nei, ekki tagl, mannst ekki hvernig mafjósandi voru á þriðja átökum. Þú frestar í rauninni dílnum til þess að geta safnað í þetta hár og segir bara, herrgæs, ég get ekki skrifað undir fyrir ég kom með svolítið hár fyrir þess að... Money Sim, ég ætla að byggja að pipe down, þetta er mitt dæmi. Hann setti sokkið í Money Sim. Svo þegar það er sagt... og ný hótelegandinn að þessum keðjum Men of Richard Ríkharð Óskar Gunnarsson og þá fyrir þetta lega í gang því ég lappa á svið og svo verður þetta partí í Penthouse-inu að sjálfsögum kvöldið þú gerir niður sko ég var meira minnskreitað einhvern veginn í Speedo sundskílu lampandinn og Goldfinger nýbúin að taka við reksturnum undir þessu lagi. Já, þetta var ekki hótelkeðju. Aftur er rauðhæru Latti mættur í stúdíu. Þetta var ekki hótelkeðju fjárfesturinn. Þetta kalla þess að sem að rauðhæru Latta og kalla hann 4 sem þetta rauðhæru Latta. En talandi rauðhæru Latta, hvað þú ert með lag? Já, ég ætla að enda þetta. Þetta var síðast. Þú ætla að enda, ég var að senda þér link hérna Richard og ætla ekki að opna Facebookið og hérna þetta er mitt framlag í dag þegar ég lapp inn og tilkynntur í eigandi þessu hótelkeðju. Ok, og þú er klár og það er þá þetta hérna erum við að tala þetta þegar Gilsarinn er tilkynntur sem eigandinn Egill, varst með þetta daginn þú vannst Gitt ekki, ég má nota það slagið sér vil að það nota aftur ég myndi aldrei gista á þínu hóteli Sakama Lollipop þú varst með þetta lag daginn þetta ável við hótel en líka bara eins og það verið að taka við nammibarnum í Hagkaup það er búin að átsjósa þeim rekstri frá þú varst með hörðu, Money Sim var að segja þetta ável við hótel Já, ok, þú varst samt með þetta lag daginn sko Skýt ekki fólk gerir ímislegt á hótelum en sko, í fyrsta lagi finnst mér ég er að taka þátt í þessum leik lag mitt byggist á ákveðnu scenaríói sko og hérna, ég myndi náttúrulega aldrei gera svona sjálfur en af því að við erum meina blaðamannafund ég er með í leiknum þá er þetta haldið inn í hérna stóra salnum minna Nordica skiluru, blaðamenn og allir mættir og ég kem í svona hvítum jakkafutum og hérna með svona rauðan silki trefil utan hálsinn með hérna með hatt á höfði svona veist mafjósa hatt og krokodílaskóm og ég lapp inn á blaðamannafundin undir þessu lagi. Það er svo skjóta eitthvað á sviðinu Nei, alls ekki svo bara, þú ert með svona stóra rauða drappitaða gardínur út með kertaljós út allt og svo bara hérna tekum maður ræðin á þetta þetta er flottulega keppnin Rauðhæra Latta þá byrjum við er þetta upp í 4 eða upp í 5? Upp í 5 upp í 4 það er weird og það fólk veit ekki hvað lagi heitir en þetta er bara narkoslægi FM, góðan dag Já, King Simmi Vil vann þetta King Simmi Vil er sterkskotin hann er með sterkt lag FM, góðan dag Góðan dag Ég vil Rikka G, sjálfsagt hann er miklu mistara Nei, okkur Rikki að fá punkt Hann er toppmaður Já, ég veit að þetta besta Topplýsari Ég veit að Herði, sonuðin er að standa sér vel á takkaborðinu Takk að vera að ríkja Takk meistari Herði, ég kom með punkt FM, góðan dag Það er litur engin mínir Ég ringdi henni í senustu viku líka Já, valdur krokodílaleg Það var þetta Sakama Lollipop Yes! Þetta velja aftur Það er 1-1-1 Þetta er bara, mér langar ekki að gera neitt Þetta er að sjúga og steikja og ég heyri þetta Herði, já, ok, við bara skellum á þennan bara strax en að sjúga og steikja Ég lagði bara þennan mistara sko Ég ætla ekki að leiða að koma lengra sko Herði, 1-1-1 Þessi verður að kíkja í kvöld FM, góðan dag Já, herru, það er Gilsinn Yes, Gilsarinn Er hægt að koma með sama lægi tvisvar í svona Það er ekki að grenja Ég er ekki að grenja Það á bara að banna sko FM, góðan dag Já, góðan daginn Herðu, Simmi, girtu þig Já Og kleinur hringjar útleið þú skeist
DJ Alligator. Er þetta svona? Það sagði kallaði kleiður ekki á ruslið ekki, hvað það er að gera því? Þú ert bara rusl sjálfur, það er ekki flóknar en það. Herðu, ég skal bara... Hlustandi hindin og kallaði ekki kleiður ekki á rusl. FM, góðan dag. Já, góðan dag. Daginn. Það er King sinni. Þetta fer ég að koma tilbaka. Það er oft gott að koma með setniskipunum. Hver er staðan í þessu? Gilsarni með 3, Manni Sim með 2 og Kleinur ekki á ruslið með 1 punkt. Ef þú kallar með þetta einu sinni enn, ef þú kallar með þetta 13-14 sem við viðbútt, þá fer ég. Rikki, það var hlustandi sem sagði því, sem kallaði Kleinur ekki á rusl. Já, því að þú sagði þetta í spurt og svara. Þú ert með páfagauka sem hlustendur. Bara herma bara eftir. Ég las. Stáka verið vinir, ég er búin að gera mig. Ég las upp FM, góðan dag. Já, góðan dag, ég ætla ekki að segja sem að vel. Já, sjálfsögðu. Vel gert, 3-3. FM, góðan dag. Já, góðan dag. Góðan daginn. Sæðarmestari. Herri, þetta er bara ekki flókið. Nei. Þetta er King sem við vil. Það var laglegt. 4-3-1. Shit. Sigir jánaði mig. FM, góðan dag. Smekklega hlustendur. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Daginn, Kókur. Það er Rauðhæri Laddi. Nei, Rauðhæri Laddi. Hann er búin að vinna þetta. Kom sá og sigraði. Hann leistur ekkert að lægja á Kleinur ekki á ruslinu. Ég er búin að skella á hann. Akkur maður ekki tala um hlustum. Ef ekki að heyra þá sigurlægið eða? Það var ekki allavega svona undir. Það er ekki vel eðlulega. Það ringdi hlustandun F957 og ávarpaði sem Kleinur hringja ruslið. Já, af því að þínir followers eru bara eins og Kakaríki páfagaukar. Kakaríki páfagaukar? Sem ætti bara að fara í spil þennan Kleinur ekki á rusl, veist mér? Egil, það er mjög stutt í það og ég er ekki að grínast núna er ég bara að segja þetta með fullri alvöru að ég láti þið hverfa bara úr þessum þætti bara for good sko. Akkur er fyrst með fyndið þegar þú ert að hóta svona? Akkur er það fyndið? Mér finnst bara fyndið, ég horfið framan í þig. Já, ég veit. Þannig er það big boss hérna sko. Hann getur rekið vöðvingar sko. Því miður. En það fyrir svona og ég það minna að ég kallaði ekki Kleinur ekki á rusl. Já, þú eru samt búin að gera 6-7 sinnum eftir að einhver hlustandi hringdi og sagði Kleinur ekki. Getum við bara samið það sé að ég lagi að kalla það bara Kleinur ekki? Já, ég skal bara taka því. Hver er hósta? Varst þú ekki kalla Manni Sim Rauðhæri Laddi rétt á hana? Já, er það ekki aðeins skárra heldur Kleinur hringja rusl? Það er sko ruslið að Kleinur hringi með svona eitthvað svona ice frosting skreitinga sem eru eftir á disknum. Mér finnst þetta ekki sniðugt þessu hlustanda og ég var nefnir að hlusta á bara skammast við. Þú byrjaði með þetta í spurt og svar. Það var, ég var að lesa spurningu. Var það Marteinn? Já, Tedda, mástu. Já, Teddi, já. Hann sagði Kleinur ekki á rusl. Frábært, herðu, við þurfum að kveðja bara. Áður kveðja, getum ekki, King sem ég vil, áður nú ferð. Ég þarf að heyra söguna, ég valdi að fengja þetta almennilega. Og þú veist að ég heyrði, þú veist að þetta bara gerðist að Öddi Blöð þegar var vinni á Vörð og bara lagamaður vildi vera hot celebrity, vildi vinna 70 mínútum þá, sem sagt þú varst þá kongurinn 70 mínútum og var að biðja þig vinnu og það er rauninni skrifast á þig að Blöndal vinni fjölmjölunum það ekki getur komið svolítið með söguna hérna bara aðeins svona að gefa með söguna þegar hann var að sækja vinnu og var lagamaður í Vörð og var að biðja þau að vildi fara að vinna upp áttið í. Já, hann satt mig í miðbænum sko, hann eldi mig á milli skemmtistaða. Eldi á milli skemmtistaða? Já, helgi eftir helgi alltaf. Og maður var að labba kannski, segjum bara hérna frá Gaukjástöng yfir á Astró sem þá var á hétt. Hann eldi mig allar leið að segja mig frá fullt af hugmyndum sko, og þetta var vika til viku. Og í eitt skipti þá sagði kona mín við hann nennur að láta okkur í fríði þarna ógeðið. Sá það orðrétt. Það var orðrétt. 3 mánuðir setna var hann komið með aukavinnu hjá okkur og 2 árum setna var hann í matabóði hjá okkur. Þetta er svona. Hvað, Ike Turner mættir það? Nei, betur, hann stólkaði í 2-3 mánuði og það virkaði. Já. Þú endanum gaf bara... Nei, þú veist bara, þetta er virkilega áhuga samumæður. Já, virkilega þú gafst honum tækifæri. Hann er til í að sko eyðileggja mann og sitt fyrir áhugan. Hann eldi allan bæ. En þetta hefur að sýnt það, hann er mjög áhugasamur fjölmiðla og duglegur. Hann er duglegasti fjölmiðlamaður sem en hefur hann fyrst að sýndir þetta það þækklati sem þú átt skil og þetta er basically skrifast á því. Ég ætla að vera til í að heyra ekki í honum fyrir 20 milljónir á ári. Aldrei aftur. Þannig að, já, við erum í... En ég geta sýndir meira þækklati, svona. Alls ekki. Hann ber alla ábyrgð á sína eigin velgengni. Ég ber enga ábyrgð á því. Þú réðst hann inn. Já, þú getur opnað fyrir einhvern hurð, en það er ekki þar með sagt að þú eigir einhverja... Hlustundur, ef vilji
Já, þið gera eitthvað í lífinu. Þið viljið fara í fjölmiðla. Storkið þetta eitthvað niður bæ. Alltaf þegar þið sjáu þetta, farið og segja hann frá einhverju hugmynd sem hann með og eltið hann og reynið að sitja hann og hitta hann og hitta hann. Einhverju hugmynd að fara myndu alveg eitthvað. Það leiðin sem hann fór og gerði það sama. Var auðvitað með strípur þegar hann var að stokka þig? Já, með strípur. Hann keyrði á Hyundai Coupe-bíl sem hann skuldaði 120% í og var alltaf í sömu hvítu Nike dúnulpunni sinni. Þetta er mjög góð saga og takk fyrir að sögu. Ég bara takk kærlega. Rauðhæri Latti. Takk kærlega. Rauðhæri Latti, það er komið að lokum hjá okkur í dag. FM 95 Blöð, Simmi Vil, King Simmi Vil. Ætlar ekki að klára Valentínsarsheikin sem var sérstaklega fyrir að koma með til. Það er enda að hrósa Rauðhæri Latti fyrir hennan Valentínsarshake. Er hann írskur? Nei, hann er með lindur súkkulaði rjóma. Við kynntum þetta í Valentíns í fyrra og hann er komin aftur, þannig að ég ætla bara að láta vita það. En ég er samt í hörðu sumakotti. Það er ekki alveg öruglega, það er ekki kólvetni í þessu annarku. Það er bara prótein. Það er engin að telja kalóri. En King sem ég vil, líka svona fyrir áhuga saman sunnudaginn upp á Super Bowl, það er að koma í keilutina. Já, það verður, ég er að segja ykkur það verður pubquiz á undan. Hvað er opið lengi í keilutina á sunnudaginn? Það er opið til 5 og hotelleikurinn er búinn. Opið til 5 nóttina? Getur við mökkaður keilutina til 5 nóttina? Get ég keila ofuröfni? Já, þú mátt vera að keila og horfa á leikin, það eru stóri skjáir í öllum. Kemur lögreglan og skópur allir út það? Ég spáði að verði svona 300 til 400 manns. Hvernig fekk Rauðhæri Latti leyfi fyrir þessu? Hvernig fekk Rauðhæri Latti leyfi til að hafa opið til 5 Við förum til borgarstjórnar og sækjum aukið opnunarleyfi, við myndum ekki að leyfi. Það er ekki að leyfi King sem að vil? Jú, það er alveg þetta. Ekki þessu til. Fæst ekki nei þarna? Fekk ekki nei. Og getur þessi disco-keilugang, þannig ég get disco-keila mig og það sér horta leikin og horta súbóla með hann. Þetta grínast. Og við erum með sérstakka vengjum, með extra hot sauce. Þetta verður geðveikt, ég bara segja hvað, þetta verður bara geðveikt. Við erum að selja 10 bjór í bala og verði sem er bara kjánalegt. Takk sér frí í vinnun á mánudaginn? Já, gerður ráðstafanir. Verður þú að það sjálfur á barnum? Já, sjálfsög. Ég lét kaupa fyrir mig Patriot-spúning núna bara. Kleinum ekki rausl, ég segja að við félagarnir mætum á sunnudaginn bara. Ég er að hugsa að mæta en ekki með þér. Við þakkum fyrir í dag og verið bless. Softin Tender á KFC er nákvæmlega það sem þú þarft á að halda í skammdeginu. KFC í kvöld. Eldaðu